Daginn, við höfum ákveðið að flytja samkomuna í Egilshöll. Það hérna framar okkar björtustu vonum hversu margir hafa komið hingað og reglulega ánægjulegt að sjá ykkur öll. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin fyrir hönd okkar sem stöndum að þessu tilraunaverkefni. Það er að segja rannsóknarsetur verslunarinnar við Háskólann á Bifröst, Nýsköpunarmiðstöð Íslands sem við erum í og Vinnumálastofnun. Og mér langar til að byrja á því að segja ykkur frá blaðagrein sem ég las síðustu helgi, svona til þess að setja þetta svolítið í samhengi. Þetta var grein í sænsku dagblaði sem heitir Dagens Nyheter og fjallaði listagallerí sem var að halda upp á 10 ára afmæli sitt. Þetta listagallerí í eigu yfir 30 listamanna í Svíþjóð og hefur náð miklum vinsældum fyrir sérstakur listaverk sem þarna eru sýnd og listamennirnir sem standa að þessu galleríi að þeir þakka það árangurinn að þarna að ræða samvinnufélag. Það er að segja að listamennirnir sem koma að þessu galleríi að þeir eiga galleríið og þurfa ekki að vera háðir einhverjum einstaklingum sem eiga gallerí, hvort þeir vilja kaupa verkin eða ekki, og þeir töldu að þetta félagaform að það væri til þess að hefði gert þeim kleift að þróa list sína svona eins og þeir hafa gert og hefur gengið svona vel. Þannig að þetta er svona dæmi samvinnufélag. Ég viss það að það eru margir sem líkt á með eins og mér að þegar maður heyrir talað samvinnufélag þá dettur manni í hug gamla sambandið en við erum ekki að tala það og þetta verkefni sem við ætlum að fjalla það tengist ekki neitt hátt gamla sambandinu, bara svo það sé sagt. En tilgangurinn með þessu verkefni sem meiningin að standa í 1 ár, að hann eins og kemur fram, annars vegar að styðja atvinnuleitendur við að stofna til atvinnurekstrar með samvinnufélagsformi. Þarna fyrst og fremst verið að beina sjónum að þeim sem að leita þessar atvinnu, en hins vegar gætu verið auðvitað líka aðrir með og ég veit til þess, eða þykist vita til þess að hér séu einhverjir inni sem eru til dæmis í félagsskap sem að bjóða þjónustu sína sem aukaleikarar, statistar og ég þykist vita að þeir hafa áhuga því að taka þátt í þessu og einhverjir af þeim eru komnir með vinnu þannig að það eru öðrum velkomin að taka þátt í þessu líka en við erum fyrst og fremst að horfa til þeirra sem eru atvinnuleitendur. Og hins vegar að auka þekkingu og hæfni okkar þessara samstarfsaðila, þessara 3 aðila við að nota samfélagsformið sem leið til atvinnusköpunar. Þannig að við ætlum að nota þetta fyrir okkur líka til þess að geta nota þetta módel áfram til þess að hjálpa fleirum að búa til samvinnufélag eða þetta tekst vel, þetta tilraunaverkefni okkar núna í 1 ár. Samvinnufélög hafa bæði félagslegan og fjárhagslegan ávinning fyrir félagsmenn sína. Þarna er að ræða að stofna til rekstrar, búa til atvinnu sem byggir á mátti samvinnurnar, samtaka máttarins. Og annað dæmi sem nú oft gott að nota, ég hitti í síðasta mánuði Norðmann sem var í svona smáeiginlegum ræktun, ræktaði grænmeti og ávexti á ákveðnu svæði í Noregi og þarna voru margir aðrir svona smá bændur eiginlega sem voru í þessum í samskonar starfsemi meðfram annarri vinnu
þeir höfðu tekið sér saman og stofnað samvinnufélag, keyptu sér tæki og tól til þess að auðvelda sér uppskýruna og jafnframt til þess að mynda samtökum sölu á afurðunum. Þarna annað dæmi samvinnufélag og samvinnufélag þannig að þetta sem félagsrekstur, þannig að hver og einn hefur eitt atkvæði, jafnt atkvæði, alveg sama hvað hann hefur mikið á bakvið sig. Hversu mikið sem að viðkomandi geta selt í þessu tilfelli, þessir bændur, að þá náttúrulega njóta menn ávinnings af því, en hins vegar félagsformið rekið á jafnréttisgrundvelli. Og þarna sem sagt sköpuð atvinna, þarna höfðu verið ráðið til sín 2 menn, þetta var tiltölulega lítið, en þeir höfðu allavega atvinna þessu. Og þetta sem sagt svona kannski ríkasti þátturinn og aðal mismunurinn á samvinnufélögum og einkahlutafélögum, að það þessi félagsþátturinn í rekstrinum og ávinningurinn hann dreifist jafnt til allra. Samvinnufélög eru til í öllum mögulegum greinum og þetta verkefni sem við ætlum að kynna hérna núna, það á sér erlenda fyrirmynd og þetta gert töluvert í Skandinavíu. Þar eru fólk sem í atvinnuleit aðstoða við að búa til samvinnufélög og þannig eru einhver dæmi það, til dæmis svona second hand búðir eða markaðir þar sem menn koma saman að, þjónusta fyrir fatlaða. Við þekkjum líka dæmi, hérna á nýsköpunarmiðstöð, hérna svokallað frumkvöðlasetur. Hér eitt samvinnufélag sem heitir NPA, ef maður rétt, sem stendur fyrir notendastýrða persónulega aðstoð og það rekið af einni miklu baráttukonu Freyju Haraldsdóttur og þetta þjónusta sem í eigu fatlaðs fólks og hefur það tilgang að finna rétt aðstofafólk fyrir hvern og einn fatlaðan einstakling og að þjálfa þetta aðstofafólk. Og þetta samvinnufélag og það eru til mörg svoleiðis dæmi. Í Skandinavíu þar eru dæmi kaffuhús, húsnæðis og leigumiðlanir. Við þekkjum Búseta það samvinnufélag, endurhæfingu fyrir eldri borgara, stuðningur við innflytjendur, galleri nefndi ég, leigubílastöðin Hreyvill, það samvinnufélag, það semst í eigu þeirra sem eiga bílana og nota þetta Hreyvill semst fyrir sem samvinnufélag, nýta allir ávinnings af því. Garðaþjónustu má nefna, hjólaviðgerðir, útfararþjónustu, leikskóla og daggæslu. Ég átti þess kost að heimsækja elliheimili í Finnlandi sem verður með rekið. Það voru nokkra konur sem tóku sér saman og stofnuðu elliheimili. Svona svo ég nefni ennþá fleiri dæmi. Samvinnufélög, þau hafa, eins og ég nefndi áðan, ekkert sérstaklega gott orð á sér, kannski eftir reynsluna sem við höfum af sambandinu gamla. Og það hefur kannski staðið svolítið því fyrir þrifum að stofna ný samvinnufélög, en þetta félagsform sem hefur mjög mikið verið að reiðast til rúms alla Evrópu og reyndar allan heim, í Bandaríkjunum og Kanada líka. Og þarna koma fram nokkrar tölur sem að það eru starfrækt áætlað 256.000 samvinnufélög í Evrópu. Þar starfa 5,5 milljónir starfsmanna og 160 milljónir félagsmanna. Það geta verið félagsmenn eins og til dæmis í Bretlandi. Það mjög algengt að menn séu félagsmenn í verslunarkeðjum og fá þá senda ávísun eftir hvert ár sem ef það einhver ávinningur af starfseminni. Og það eru 171 sambandsfélög eins og gamla sambandi á Íslandi. Þá eru svoleiðis samband í 37 löndum.
Og það er hérna líka gaman að segja frá því að Sameinuðu þjóðirnar, þær ákváðu að árið 2012 að það væri tileinkað samvinnuhreyfingunni, samvinnufélögum og það hafa verið hérna núna allt þetta ár hérna ráðstefnur og ýmsir atburðir sem að tengjast samvinnufélögum og einmitt í dag að þá hérna mikil ráðstefna, þúsundir manna sem koma saman í Manchester, Englandi, sem að gera upp þetta ár. Og hérna Evrópusambandi hefur líka hérna fjallað þetta að sko ávinningin af því að nota þetta félagsform fyrir hérna svona atvinnusköpun og það fellur sérstaklega vel að því sem kallað hérna áætlun Evrópusambandsins fyrir 2020 hérna og Íslendingar hafa líka búið til svona áætlun hérna til þess að skapa atvinnu fyrir árið 2020. En svona aðeins hérna þetta verkefni okkar, hvernig við höfum hugsað það, að þá þetta hérna svona hérna mælistikur. Við ætlum að byrja núna 12. nóvember og þá verður hérna boðað til hópastarfs, þá verður þeir sem hafa áhuga á að taka þátt í þessu, að þeim verður boðið að koma og hérna taka þátt í hópastarfi þar sem að byrjað að móta hugmyndir, þannig að við erum ekki meinin að fyrirfram ákveðna hugmyndir það hvers konar félag stofnuð, heldur ætlunin að það komi bara frá félagsmönnunum sjálfum og þetta verði unnið áfram þannig að 3. desember áætlum við að menn geti þá sent inn umsóknir. Við erum með ákveðin stýrihóp, eða verða margar umsóknir þá verða ákveðin valdar. Við erum að miða við það að það verði stofnuð allavega 3 samvinnufélög og það gæti kannski verið 15 manns í hverju félagi. Og síðan verður hérna veitt handleiðsla, kennsla og sem að líkum með því að það verður gerð viðskiptaáætlun fyrir hvert félag sem lokið 15. febrúar og síðan verður þá formlega stofnað samvinnufélag 1. mars 2013. Og það sem að hver og einn þessara samstarfsaðila gerir að hérna við Háskólann á Bifröst erum með ákveðin kennsluþátt í þessu, Vinnumálastofnun greiðir atvinnuleysisbætur í 1 ár og nýsköpunarmiðstöð hérna með rekstrarráðgjöf, sérfræðinga sem aðstoða við það að stofna félög og reka þau, þannig að þeir eru með svona svokallaða handleiðslu. En það einmitt þetta sem að hérna við ætlum að fjalla núna og það kemur hérna hver af öðrum. Og næstur Gissur Pétursson, hérna forstjóri Vinnumálastofnunar og hann ætlar að segja ykkur frá hérna þætti Vinnumálastofnunar í þessu. Gissur, gjörðu svo vel.